Ég arkitekt og vinn voða mikið með sjálft húsið, sem sagt breytingar, viðhald. Og svo náttúrulega alltaf þetta klassíska vandamál með Ísland og Finnland að við tölum önnur mál. Við sem sagt erum að tala mál sem hinir ekki skilja, sem endalaust pirrandi fyrir Íslandinga og Finna því að það allir alltaf að tala að maður er að tala saman á einhverju skandinavísku máli og allir eiga að æfa sig og skilja eitthvað, en það bara gildir ekki alveg okkur. En svo einhvern tímann, kannski svona 1965, þá var tekið eins og ákvörðun að menningarhús á svona ytri punktunum á Norðurlöndum væri kannski besta leiðin, frekar en að vera að skrifa einhverjar langar ritgerðir og með eitthvað svona þungt pólitískt apparat, þá að sýna bara svona hvað norræn menning hefur upp á bjóða. Og svo var fyrsta húsið sem var byggt, það var Norrænhúsið hér og það var tilbúið 1968. Alvar Aalto, það er oft, ef maður svona googlar 20 besta arkitekta bara í heimi, þá er hann ofta á þessum lista. Þegar svona stórar opinberar byggingar eru byggðar, þá er oft samkeppni, en það var ákveðið bara að fara bara beint til hans og athuga hvort að hann myndi vilja teikna það. Af því að þeim fannst bara svo flott að besti arkitektinn á Norðurlöndum myndi taka þetta að sér. Það var sagt að það var mjög stuttur prósess frá því að þessi ákvörðun var tekin og haft samband við hann og svo þurfti að fjármagna húsið og teikna það. Það voru bara 2 ár og svo var það klárt og opnaði 68. Og síðan þá bara hefur þetta verið menningarstofnun sem er að sýna bæði menningu á Íslandi og á hinum Norðurlöndum. Hann hannaði öll húsgögnin, hann hannaði alla lampana, hann hannaði bæði húsgögnin sem eru laus og allt fast líka, hillur og stóla og borð og bara nánast allt sem er í húsinu. Hérna inni er fyrirlestra og svona tónleikasalur sem tekur 100 manns og svo er bókasafnið og svo er fyrir kaffistofan sem er núna matstaður og þessi 3 rými eru kannski svona helstu opinberu rýmin í húsinu og það er svolítið merkilegt að sjá að þegar maður horfir á teikningarna þá er þetta bara lítið kassar, 5-6 kassar sem eru raðað saman svona og svo eru bara svona nokkrir veggir sem eru svona lífrænir og gefa eitthvað annað, en svo þegar maður sér húsið í sniðmynd þá sér maður hvað hann vinnur mikið í sniðmyndinni. Hann er náttúrulega algjörlega skilgreindur fyrst og fremst sem módernisti með svona, ef þið sjáu húsið utan þá er hann voða mikið svona í lóðréttum og hvítum línum. Allt er svona frekar praktískt og rúmgott, en svo er hann oft kallaður ljóðrænn módernisti sem er svona tilvísun í það að hann er að nota rosalega mikið hann er mjög miklu svona tilfinningu fyrir efnum, hann nota mikið viðinn og það er svona oft lýsir fólki þannig að þeim finnst frekar svona heimilislegt og kósí að koma inn. Þetta er ekki svona opinbert rými þar sem maður veit ekki alveg hvernig maður á að haga sér og verður svolítið stífur. Húsið hefur náttúrulega alltaf verið svona svolítið tengt háskólanum og svona litað af því og á tímabili þá var þetta líka þannig að það var ekkert voða mikið annað hérna, þannig að kaffistofan var svona líka svolítið miðpunktur. Það var kannski 1 mötuneyti upp í háskóla og svo bara kaffihúsi hér, búð. Og það hefur náttúrulega breyst verulega. Þannig að
núna eru miklu fleiri staðir og þess vegna, og það kannski helsta breytingin, þess vegna var tekin svo ákvörðun að vera frekar með svona fínni veitingastað til að það myndi bera sig. Veitingastaðurinn sem núna, sem dill, að fara úr húsinu og það verið að skoða hver á að taka við og líka svolítið vera að ræða þetta hvort að maður hafa þetta meiri svona fyrir almenn, eða bara fyrir alla. En annars finnst mér húsið vera bara mjög óbreytt og þjóna sínum tilgangi mjög vel miðað við að það búið að vera í gangi 45 ár. Já, það rosalega hæg þessi lyfta. Já. Stundum svona dóbla fólk. Það eru krakkar þá, svona, jæja, nú erum við á leiðinni upp á 7. hæð. Já. Þeir bara, það er ekki, þetta er svona hátt.